Græna gímaldið í Breiðholti á eftir að kosta borgina mikið sama hvað gert verður við það, segir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Borgarstjórn samþykkti í dag að gera ítarlega stjórnsýsluúttekt á vöruhúsinu. Sonur Donalds Trump verðandi Bandaríkjaforseta heimsótti Grænland í dag. Hann segir að landið gæti blómstrað undir stjórn Bandaríkjanna. Forsætisráðherra Danmerkur segir Grænlendinga ráða eigin framtíð. Minnst 126 fórust þegar stærsti jarðskjálfti í 5 ár reið yfir Tíbet. Fjöldi húsa hrundi. Stjórnvöld í Kína lofa að tryggja íbúum öruggt skjól. Hluti Akureyrarhafnar var rýmdur í dag eftir að tundurdufl fannst í veiðarfærum togara. Reynt verður að draga sprengjun á haf út í kvöld og eyða henni þar. Og skjalavörður á Egilsstöðum endurheimti frið og einbeitingu með því að losa sig við snjallsímann og nota gamaldags farsíma. Helstu vandræðin komu upp við að borga fyrir bílastæði og hleðslustöðvar í höfuðborginni. Gott kvöld. Borgarstjórn samþykkti í dag að láta gera ítarlega stjórnsýsluúttekt á umdeildu vöruhúsi við Álfabakka í Breiðholti. Íbúum í nærliggjandi blokkum líður illa vegna hússins. Formaður skipulagsráðs segir borgarstjórn sammála að húsið sé glatað. Græna ferlíkið, græna gímaldið eða græni veggurinn var til umræðu á borgarstjórnarfundi í dag. Tillögur borgarfulltrúa Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokks að innri endurskoðun borgarinnar verði falið að gera stjórnsýsluúttekt á skipulagsferli við Álfabakka var samþykkt. Það verði bara farið ofan í saumana á ákvarðanatökuferlinu, á regluverkinu og eftirlitinu og svo framvegis. Og vegna þess að við teljum mikilvægt að velta við hverjum steini í þessu máli og koma í veg fyrir að annað eins geti endurtekið sig í framtíðinni. Við erum augljóslega öll sammála að þetta græna gímald er frekar glatað. Við viljum bæta úr því, laga það, við viljum bæta ferlana. Á fundinum var einnig samþykkt breytingatillaga meirihluta bætta skipulagsgerð, til dæmis með því að krefjast þrívíddarteikninga. Íbúar í blokkunum við græna vegginn mættu á áhorfendapallana í Ráðhúsinu. Reyna og mótmæla þessu og styðja við að þetta verði breytt. Og þessi skipulagsúttekt sem hún myndi vissilega hjálpa í framtíðinu, hún hjálpar ekki þessum máli. En þetta gengur ekki að hafa þetta svona, þetta má ekki vera svona bara eins og í Rússlandi sko. Við ættum þetta og það bara gengur ekki. Dóra Björt segir borgina hafa fundað með eigendum græna veggjarins þar sem hönnuði hússins var falið að leggja fram tillögur af breytingum samkvæmt kröfum borgarinnar. Annar fundur er áætlaður í lok janúar. Við vonum bara það besta, að það verði brugðist við. Ég veit ekki hvort það sé raunhæft að ganga alla leið og rífa niður bygginguna hvernig sem það verður bara að koma í ljós í þessum samtölum sem er verið að taka. En það er alveg ljóst að hver sem lausnin verður, þá mun hún hafa verulegan kostnað í för með sér fyrir borgina vegna þess að borgin ber ábyrgð á þessu gríðarlega skipulagsklúðri sem þetta græna gímald við Álfabakka er. Svo finnst mér bara allt í lagi að minnka þetta hús. Það er alveg hægt að taka það niður, það er allt í járnplötum og svona hægt að skrúfa það sundur, það var skrúfað saman. En þetta mál er búið að byggjast þannig upp að okkur líður ekki vel núna. Og þetta náttúrulega kemur mest við okkur sem erum með íbúðir bara alveg þannig upp í græna veggnum. Ég á mjög erfitt með að lýsa hvernig fólk er statt andlega bara út af því að búa þarna og hafa þetta útsýni sem að hafa. En vonandi lagast þetta allt saman. Donald Trump yngri, sonur verðandi Bandaríkjaforseta heimsótti Grænland í dag. Trump yngri lenti á einkaþotu fjölskyldunar skömmu fyrir hádegi eða staðartíma. Heimsóknin var skömmu eftir að faðir hans viðraði gamlar hugmyndir að kaupa Grænland sem tekið var fálega af bæði Grænlendingum og Dönum. 100 manns mættu á flugvöllinn til að sjá Trump koma. Hann dvaldi aðeins í nokkrar klukkustundir í landinu og yfirgaf það nú rétt fyrir fréttir. Hallgrímur, hver er tilgangurinn með þessari heimsókn? Já, þetta er allavega ekki opinber heimsókn. Trump yngri var þarna á eigin vegum, en við getum sagt að það geti tæpast verið tilviljun að hann komið þarna daginn eftir að faðir hans sagði á samfélagsmiðlum að Grænland myndi blómstra þegar og ef Bandaríkin myndu innlima landið eins og hann orðaði það.
og Trump eldri sem sagt bætti reyndar betur í dag þegar hann sagði að hann gæti ekki útilokað hernaðar íhlutun á Grænlandi og í Panama til að svona ná markmiðum sínum. Trump yngri, hann sagði hins vegar þegar hann hitti blaðamenn á flugvellinum í Nuuk í dag og reyndar nokkra aðdáendur líka að hann væri ekki kominn til þess að kaupa Grænland og hann væri ekki hér í opinberum örindagjörðum og myndi heldur ekki fara að tala við neitt sem réði nokkru. Checking it out, heard so many great things about Greenland, so we're just very excited to be here. We're with him, we're going to go see a lot of the sites, talk to some people, and have a good time. So, really appreciate it. Thank you so much, everybody. Are you going to meet any politicians while you're here? No, we're not meeting any politicians here, so that's not on the schedule. We're just here as tourists, looking at it, seeing everything. Could you tell a little about the American interest in Greenland? There's been so much. Oh, no, that's not for me to talk about. That's for others to talk about. But, thank you, guys. We're just excited to be here. Thank you, guys. En Hallgrímur, hvernig hafa Grænlendingar og valdhafar þar og valdhafar í Danmörku sömuleiðis brugðist við þessari heimsókn? Við getum sagt að það sé svona með varfærni. Blaðamaður grænlenska ríkissjónvarpsins, hann sagði að almenningur á Grænlandi sé svolítið klofinn vegna þessar heimsóknar. Það hafi verið mikill áhugi á henni og það mæltist vel fyrir þegar hann var að dreifa svona þessum rauðu magahöttum sem hann þekkja frá stuðningsmönnum Trumps. En það eru líka sumir sem eru tortrygnir. Það sem þetta bendir til þess að áhugi Bandaríkjanna á Grænlandi meira en orðin tóm. En hvað var að valdhafana, þá ítrekkaði Múti Bjegede í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum í dag að Grænlendingar ættu Grænland og að öll verk grænlenskra stjórnvalda miðuðu af því að gera Grænland að sjálfstæðu ríki. Og dönsk yfirvöld, þau hafa líka brugðist við heimsókninni af svona frekar mikilli tortryggni og við skulum kannski heyra hvað grænlenskir og danskir valdhafar höfðu að segja. Vi har fået en ny landingsbane i Nuuk, og vi ønsker sådan set flere amerikanske turister, så der er en meget, meget velkommen. Når det er Trump senior, der går ud og siger, at man gerne vil make Greenland great again, så er det sådan set mere alvorligt. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er rigtig mange af os i Grønland, som ikke ønsker at blive amerikanske statsborgere. Så vil jeg opfordre alle til at respektere, at grønlænderne er et folkefærd, det er en befolkning. Det er deres land, vi taler om her, og det er kun Grønland, der i mine øjne kan bestemme og definere Grønlands fremtid. De siger, uden at lægge fingre imellem, vi ønsker kontrol over Grønland. De ønsker nærmest at overtage Grønland, og det tror jeg, det er det, vi skal forholde os til. Det er jo en skæbnestund for Grønland, hvad de så vælger. Utanríkisráðherra áréttaði stuðning Íslands við varnarbaráttu Úkraínu í opinberri heimsókn til landsins í dag. Hún segir mikilvægt að stríðinu ljúki með réttlátum friði og vonar að valdataka Donalds Trump í Bandaríkjunum leiði gott af sér. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kom til Kænugarðs í dag. Þetta fyrsta opinbera heimsókn hennar frá því hún tók við embætti. Hún fundaði með Andriy Sybiha, utanríkisráðherra landsins, og ítrekkaði stuðning Íslands við varnarbaráttu Úkraínu. Þá ræddu þau hvaða tæki og tól Íslendingar geta lagt fram við enduruppbyggingu orkuinnviða í landinu. Helmingur orkuinnviða Úkraínu hefur verið eyðilagður í stríðinu. Bara til þess að sýna fram að hvað við höfum áður gert, að við höfum, og mér skilst að Landsvirkjun og Landsnet hafi skoðað mjög á sínu tíma í tækjabúri sitt og sendt út þau tól sem að þau voru aflögu fær með. Þannig að það er svo margt fallegt og gott sem að við Íslendingar getum gert og við ætlum bara að halda því áfram. Þorgerður segir ferðina hafa veitt henni bjartsýni framtíð landsins. Atvinnulíf í Úkraínu hafi verið meðal umræðuefna ráðherrana og áberandi að mannlífið sé ríkara í Kænugarði nú en fyrir ári síðan. Tæpar 2 vikur eru í að Donald Trump taki aftur við sem forseti Bandaríkjanna. Trump hefur heitið því að binda enda á stríðið á örskot stundum, en ýmsir óttast að friðarsamkomulag verði ekki gert á forsendum Úkraínumanna. Þorgerður segir ráðamenn í landinu þó ekki láta neitt bilbug á sér finna. Þeir binda vonum við það að það verði nýjir uppbyggilegi tónar og svona ákveðin skref tekin í þessa veru að langvarandi friði fyrir Úkraínumenn. Þannig að þetta auðvitað spennandi tímar. Við vitum ekki alveg hvert Trump að fara, en ég ætla að leyfa mér og binda vonum við það að þetta verði jákvætt bæði fyrir Evrópu og ekki síst fyrir Úkraínu sjálfa. Og hingað heim því tundurdufl fannst borð í skuttogarunum Björgu EA fyrir hádegi í dag. Togarinn kom til hafnar á Akureyri en skipverjar héldu í fyrstu að þeir hefðu fengið gamla tunnu í veiðarfærin.
Það reyndist þó vera illa farið tundurdufl sem tegund sprengja sem var komið fyrir á hafi úti á stríðsárunum. Hluti Akureyrarhafnar nærri útgerðarfélagi Akureyringa var rýmdur og lögregla kom upp lokunarpóstum sittvoru megin við skipið. Sprengjusérfræðingar frá Landhelgisgæslunni voru kallaðir á vettvang til þess að meta aðstæður. Og Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður hefur fylgst með viðbúnaði í höfninni í dag. Já, Ólöf, hvað verður eiginlega gert við þessa sprengju? Já, það eiginlega það sem verið að meta núna, en eins og þið sjáu hérna fyrir aftan mig að þá búin að vera talsverður viðbúnaður hérna í dag. Skipið liggur hérna við bryggju, handan við hornið. Þetta hús fyrir aftan mig vinnsla útgerðarfélags Akureyringa og hér lögreglan og sjúkrabílar og svo komu hérna sprengjusérfræðingar Landhelgisgæslunnar rétt fyrir klukkan 6 og voru búin að lofa okkur viðtali að nú eru þeir bara á fullu að skoða þennan hlut og eru skilslega búin að ganga úr skugga að þetta sé tundurdufl eins og talið var. En lögreglan hefur stýrt vettvangi í dag og rýndi svæðið. Ég kom með til mín Helga sem hefur stýrt vettvangi í dag. Segðu mér Helgi, hver staðan núna? Nú erum við að bíða eftir bara matinu hjá þeim hjá Landhelgisgæslunni. Þeir eru að skoða hvað það sem þeir þurfa að eiga við og hvaða skref best að taka í áttina því að takmarka það sem að getur klikkað við að koma þessu á öruggan stað til þess að eyða því. Einmitt, og nú erum við í svona dálítið örugri fjarlægð og fólk hefur verið að biðja að halda sig fjarri. Þetta getur verið hættulegt, það ekki? Jú, ég held að það sé alltaf hægt að ganga úr skugga það. Það sé eitthvað sem getur klikkað þegar við erum að díla við eitthvað sem svona gamalt og hreinlega ekki vitað hversu gamalt eða hvað hefur komið fyrir það, Einmitt, en nú verið að skoða næstu skref og eitt af því það ekki að koma þessu á haf út og reyna að eyða þessu, eitthvað svoleiðis? Jú, það það sem að þeir hjá Gæslunni eru að skoða núna, sérfræðingarnir hjá þeim. Og mér skildist á þeim áðan að hugmyndin væri að koma þessu, tengja þetta við einhvers konar flótholt, koma þannig í sjóinn þannig að það hangi á svo litlu dýpi neðan í því. Tengja svo langa taug við flótholtið og tengja það í dráttabát og draga það svo út fjörðinn og þangað sem það öruggt að eyða því á einhverju dýpi. Akkurat Helgi, þakka kærlega fyrir þetta. Við fylgjumst áfram með aðgerðum hérna í Akureyrarhöfn en segjum þessu lokið í bili. Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir á Akureyri. Minnst 126 létust í öflugum jarðskjálfta sem reið yfir Tíbet í morgun. Yfir 1000 byggingar hrundu í skjálftanum. Umfangsmiklar björgunaraðgerðir standa yfir. Upptök skjálftan sem var laust eftir klukkan 9 í morgunarstaðartíma voru í Tingri héraði skammt vestan við borgina Shigatse, næststærstu borg Tíbet. Skjálftinn fannst líka á Indlandi og í Nepal þar sem þessar myndir voru teknar af trjám sem vögguðu undan bylgjunum. Eyðileggingin mikil í Tíbet eftir skjálftan. Almennt eru húsin byggð úr leir og hann féll auðveldlega saman í mörgum húsum. Ljóst að yfir 1000 hús hrundu í skjálftanum. Umfangsmikið björgunarstarf hófst þegar í stað og kínversk stjórnvöld sendu mikinn mannskap og búnað til Tíbet. 全力排查搜救被困人员，全力救治受伤人员，全力开展生活救助，全力保障受灾群众基本生活，做好善后等工作。 Af sjónvarpsmyndum að dæma hefur tekist að bjarga fólki úr húsum en ekki liggja fyrir upplýsingar hversu margir það eru. Skemmdir eru ekki aðeins á húsum heldur líka vegum sem hafa hreinlega farið í sundur. 62.000 manns búa í Tingri héraði og það mun vanþróaðra svæði en borgirnar. Jarðskjálftar eru algengir á þessum slóðum en þessi sá öflugasti þar í 5 ár. Aftur hingað heim. Mikið vantar upp á að framkvæmdir séu hafnar á lóðum sem úthlutað hefur verið til íbúðauppbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Sérfræðingur segir að byggja þurfi tæplega 3000 íbúðir á ári næsta áratuginn. Það 1000 fleiri en nú gert. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun ásamt samtökum iðnaðarins og samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu efndi í dag til fundar stöðu íbúðauppbyggingar. Þar kom fram í máli sérfræðings á húsnæðissviði HMS að þörf sé fyrir 2900 nýjar íbúðir á ári næsta áratuginn en síðastliðin 5 ár hefur uppbyggingin verið 2100 íbúðir á ári að meðaltali. Lóðaskort oft borið við en sú skýring kannski full einföld. Sveitarfélögin þau áætla í húsnæðisáætlunum sínum úthlutunar áætlun lóða og þær eru allan að nægar virðast vera en það þarf að tryggja það að þær séu úthlutaðar og séu byggingarhæfar á réttum tíma. Skortur upp á það? Já, það virðist skorta svolítið upp á það.
við höfum séð það í eftirfylgni okkar á lóðaúthlutunum sveitarfélaganna. Það virðist því einhverjar hindranir vera í veginum. Hér má sjá upplýsingar áætlaða úthlutun annars vegar árið 2022 og hins vegar 2023 og hvernig staðan núna. Í fyrra dæminu eru framkvæmdir hafnar á aðeins 65% lóðana og 42% í því síðara. Og það þá annarkvort tafir á úthlutunum eða tafir á að gera lóðina byggingarhæfar eða einhver leyti að byggingaraðilar eru að sitja á lóðunum líka. Jón Örn segir skýringar á því að lóðir ekki gera byggingahæfar geta verið ýmsar eins og innviðuppbygging, gatnagerð og fleira eða að mannvirki sé í notkun á lóðunum. Ástandið mjög mismunandi eftir sveitarfélögum. Já, Hafnarfjörður hefur verið að vera svona byggja svolítið mikið bara á síðustu 2-3 árum í nýja hverfinu sínu. Þannig þar hefur verið mjög gott og úthlutunin rauninni staðist nokkuð samkvæmt áætlunum. En það þá meira kannski í Kópavogi og á Reykjavíkursvæðina sem úthlutunar ekki alveg að standast úthlutunar áætlun sveitarfélaganna. 4 eru talin líklegust til að etja kappi að taka við af Bjarna Benediktssyni sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Að óbreyttu verður kosið nýjan formann Sjálfstæðisflokksins á landsfundi flokksins sem hefst í Laugardalshöll 28. febrúar. Áður en Bjarni tilkynnt brotthvarf sitt bárust fréttir af mögulegri frestun fram á vor eða jafnvel haust. Þótt forsendur hafi breyst með brotthvarfi Bjarna eru raddir innan miðstjórnar að hyggilegt sé að fresta fundunum fram á vor. Fyrir því séu málefnalegar ástæður alls ótengdar veðri. Það ræðst þó ekki fyrir miðstjórn kemur saman til fundar sem samkvæmt upplýsingum fréttastofu verður öðrum hvoru megin við helgi. Nær allir viðmælendur fréttastofu innan Sjálfstæðisflokksins telja að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðrún Hafsteinsdóttir og varaformaðurinn Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir séu líkleg til að bjóða sig fram. En enginn treystir sér til að segja hvert þeirra væri sigurstránglegast. Sennilega þarf að kjósa tvisvar á landsfundi, því til að hljóta kjör þarf meira en helming atkvæða. Afar ólíklegt að nýr formaður komi utan þingflokksins. Ekki aðeins það óheppilegt fyrir formann að vera utan þings í stjórnarandstöðu að óbreyttu næstu 4 árin, heldur stofnunauppbygging flokksins þannig að erfitt fyrir einhvern sem ekki viðlóðandi flokksstarfið að ganga beint í formannsembættið. Farið sem horfir að Þórdís Kolbrún fari í formannsframboð losnar embætti varaformanns. Innan þingflokksins voru nöfn Diljár Mistar Einarsdóttur, þingflokksformannsins Hildar Sverrisdóttur, Jens Garðars Helgasonar og Vilhjálms Arnórssonar nefndi því samhengi. Sá síðastnefndi ritari flokksins og hefur hann huga á sækjast áfram eftir því embætti. Hins vegar ákalla sveitarstjórnarstiginu meiri áhrifin af flokksins. Ekki síst í ljósi þess að kosið til sveitarstjórna næsta ári. Meðal nafna sem þar bar á góma voru Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi, Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi og Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri. Skjalavörður á Egilsstöðum losaði sig við snjallsímann og endurheimti tímann sem fór í hangs á samfélagsmiðlum. Honum líður betur en margt í nútímanum krefst þess að fólk sé með snjalltæki til reiðu öllum stundum. Stefán Bogi Sveinsson stóð frammi fyrir því að endurnýja snjallsímann en ofbauð hvað þeir kostuðu. Þá fékk hann hugmyndina að bakka aftur í tímann, slökkva á snjallsímanum og stinga honum ofan í skúffu. Takkasími nýji síminn hans og nú hann laus undan þeirri áráttu og jafnvel fíkn að fletta niður, forvitnast og dæla í sig dópamín myndböndum. Maður áttaði sig á því kannski seint að kvöldi að maður var búin að vera að nota tíma sem hefði betur verið notaður í lestur eða bara svefn í það að horfa á eitthvað sem að engum máli skipti og engum hjálpar í einu eða neinu. Snjallsímar eru nettóhentu tæki og til að leysa þá af hólmi þarf haug af útbúnaði. Það ekki þrautalaust að losa sig við snjallsíman. Að vísu virka rafræn skilríki í takkasíma en stundum þarf annars konar auðkenningu og þá þarf að nota spjaldtölvuna. Til að borga fyrir bílastæði í Reykjavík komst hann ekki í öppin, heldur þurfti að leita upp í greiðsluvél. Ég leigði rafmagnsbíl í höfuðborginni fyrir einhverju síðan og komst að því að á langflestum hleðslustöðum fyrir rafmagn þá þarf maður að vera með snjallsíma og app til að borga. Ég fann eina stöð þar sem ég gat borgað bara með greiðslukorti. Hann viðurkennir að geta lent út á sekju á þriðjuvaktinni. Þar tómstundum barna stundum breytt fyrirvara lítið í öppum, en tónskólinn fær prik fyrir að senda SMS.
Þó hann reyni að fylgjast með í vinnutölvunni hefur eiginkonan kvartað. Ég hef bara gert á kröfu, það þarf þá að hringja í mig og konan mín lendir þá bara í því að standi því að draga mig að verkefnunum, en ég reynir nú að fylgjast með. En þetta er vissulega ákveðin svona ókostur við þetta að ná ekki að fylgjast með alveg yfir daginn. Mikil snjallsímanotkun getur spillt geðheilsu og Stefán Bogi finnur mun. Mér líður betur, ég ætla bara ekki að neita því, mér líður betur með það að vera minna inni á samfélagsmiðlunum og ég hef nú svona reynt að nota tímann svolítið í það að lesa og gera aðra hluti heldur en að hanga inn á miðlunum og ég segi ekki að það gangi fullkomlega en ég held að þetta sé allt á leiðin í rétta átt. Auður, hvað verður í Kastljósinu í kvöld? Jú, Oddur, við ætlum að reyna svona í efnahagsmálin á nýju ári, bæði almennt og út frá stefnuyfirlýsingu nýrra ríkisstjórnar. Til að ræða þessi mál verða hjá okkur Katrín Ólafsdóttir, dósent í hagfræði við Háskólann í Reykjavík og Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur hjá Íslandsbanka. Svo í lok þáttar þá ætlum við að kynnast íslenska fatamerkinu Vegt, en hönnunarteymi Vegt, þeir eru með það yfirlýsta markmið að hanna hlaupaföt sem eru sérhæfð fyrir svona íslenskar aðstæður. Einmitt, við sem ekki því. Takk fyrir þetta, Urður. Við hugum þá að veðri. Afmarkaður snjókomubakki liggur yfir vestanverðu landinu og því snjóar víða á þeim slóðum fram á kvöld, en það léttir til í nótt. Él norðaustanlands en annars úrkomu lítið. Víða hægur vindur á morgun og bjart veður, en þó verður norðvestan strekkingur austast á landinu og stöku él. Frost 3 til 15 stig, en Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstur daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Aron Pálmarsson fyrirliði karlalandsliðsins í handbolta er meiddur á kálfa og missir af fyrstu leikjum heimsmeistaramótsins sem hefst í næstu viku. Eðli málsins samkvæmt hefur það svona aðeins breytt áherslum. Fjarvera Arons þarf ekki að vera svo alvarleg, segja sérfræðingar HM-stofunnar. Ég held að þetta sé alveg allt í lagi. Björgvin Páll Gústafsson er á leið á sitt 18. stórmót og hlakkar að venju til, þó hlutverk hans hafi aðeins breyst í gegnum árin. Ég er meira dag á bíu núna, aukaleikari. Þetta og meira til í íþróttum. Rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Græna gímaldið í Breiðholti á eftir að kosta borgina mikið sama hvað gert verður við það, segir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Borgarstjórn samþykkti í dag að gera stjórnsýslu úttekt á vöruhúsinu. Sonur Donalds Trump verðandi Bandaríkjaforseta heimsótti Grænland í dag. Hann segir að landið gæti blómstrað undir stjórn Bandaríkjanna. Forsætisráðherra Danmerkur segir Grænlendinga ráða eigin framtíð. Minnst 126 fórust þegar stærsti jarðskjálfti í 5 ár reið yfir Tíbet. Fjöldi húsa hrundi. Stjórnvöld í Kína lofa að tryggja íbúum öruggt skjól. Hluti Akureyrarhafnar var rýmdur í dag eftir að tundurdufl fannst í veiðarfærum togara. Reynt verður að draga sprengjuna á haf út í kvöld og eyða henni þar. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum á veðri og Kastljósinu líka. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.